Við ætlum að ræða fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar sem náttúrulega dregur fram hver efnastefna ríkisstjórnarinnar á háskalugum tímum, verðbólgu og svona óvissu í efnahagslífinu. Og til þess að ræða það eru hingað komnir hagfræðingar aðila vinnumarkaðarins. Heiður Margrét Björnsdóttir sem hagfræðingur BSRB og Róbert Farrisveit sem hagfræðingur Alþýðusambandsins. Maður fylgdist með því þegar að fjármálaáætlun var kynnt að ég held að væri ef þetta væri bók eða eitthvað slíkt, það var þetta að segja að þið fikk dræmar viðtökur. Það var eiginlega, það fannst enginn í fréttunum sem var ánægður með þetta nema kannski ráðherrarnir. Er þetta frekar aumt? Já, góð spurning. Þannig séð með að við svona væntingarnar sem voru svolítið settar upp að hér var að koma fram fjármálaáætlun sem ætti að fara að miða því að draga úr verðbólgu og svona þær væntingar sem voru svona málaður upp þá er þetta fremur dræmt. Það eru ekki kynntar neinar sérstakar aðgerðir sem hafa áhrif á verðlag á þessu ári. Sem mikilvægt, það er eiginlega skringilegt að vera með aðgerði núna til þess að kannski draga úr verðlagsáhrifum á næsta ári. Já, þetta er svolítið þannig að það er svona hægt og rólega miða því að auka aðhaldi yfir tímabilið en þarna er ekkert sem hefur nein áhrif á stöðuna eins og hún birtist í dag. Nei. Þetta er ekki verðbólguna. Það var annað sem að menn og konur töldu ætti að vera þarna sem væri viðbrögð stjórnvalda til þess að bæta stöðu þeirra sem að verða verst úti vegna verðbólgunar. Það er annars verið að ná verðbólgunum niður og hins vegar að sinna einum særðu á vígvellinum. Hvernig stóð áætlunin sig í því? Ég held að áætlunin einkennist svona í heildina því að það er lítið að frétta og það er svolítið óljóst hvert er verið að fara og svona mótsagnakennt líka því að það er í rauninni vantar afgerandi aðgerðir til þess að ná niður verðbólgunni. Það er talað aðhald, svo er talað vöxt, það er talað gríðarlegar fjárfestingar hins opinbera en samt á að skera niður annars staðar, það er óútfært aðhald, það er óútfært tekjuöflun. Þannig það er ýmislegt sem er óljóst og í sjálfu sér mótsagnakennt og ég held að það sem var svona mesta eftirvæntingin myndi eins og þú nefnir stóð til þess að það myndi koma einhverjar aðgerðir fyrir þessa tekjulága hópa og það var ekki. Þannig að ef maður svona rennir í gegnum áætlunina og hún fjallar í rauninni ekki fólk, hún fjallar svolítið svona bjúrokratískar tölur og að það, ef ég er sagt nógu oft að eitthvað sé til þess að stemma stigum við þenslu, þá hlýtur það að gerast, en það er hins vegar, það vantar aðgerðir fyrir fólkið. Og það sem hefur verið bent á, ef við færum yfir það er ein leið til þess að skoða fjármálaáætlunina, ef það er svo fátt sem er nýtt í henni, þá er þetta að skoða það sem að hefði mátt verið í henni, sem að veldur því að fólki finnst þetta sund. Hvað er það sem að ætti að vera í henni, en er ekki? Í framhaldið sem Heiður segir, hvað ætti að vera í henni, þá í fyrsta lagi í ýmsum atriðum þetta bara svona frestað, óútfærð ráðstafanir, óútfærð tekjuöflun, það er talað breytingar á hækkun og veiðigjöldum, það er ekkert að bara inn í nefnd, býður setni tíma, það er dæmi, útgjaldavöxturinn er meiri heldur en í fjármálastefnunni og það er engin raunveruleg tekjuöflun til þess að mæta því, afkoman er einfaldlega betri út af því að það eru gríðarlega umsvif í hagkerfinu. Það er mikil atvinnuþátttaka, það er mikil fjöldi starfandi, það er mikil velta, mikil hagvöxtur. Þannig að í sjálfu sér er afkoman betur út af þessu. Og er ekki þannig líka til skemmri tíma getur verðbólga haft svona áhrif þannig að það verði skárri útkoma á ríkissjóði tíma, þar sem útgjöldin eru ákvörðuð í fjárlögum en síðan koma meiri tekjur inn út af aukinni verðbólgu. Jú, það er bara svona ákveðin fróða. Sem er mjög hættuleg að stóla á. Jú, henn er einhverju leiti eitt og síðan er hætt á því við lendum bara í svipaðri stöðu eins og 2019. Þegar það hægir á, þá sjást svolítið brestirnir. Tekjurnar sem hlutfall verkri landsframleiðslu eru ekkit sérstaklega háar miðað við stöðu hagsveiflunnar.
Þannig að það sem hefði mátt vera væru betri tillögur á tekjuliðinni til að mæta þessu. Þannig að tekjur ríkissjóðs sem hlutfall af landsframleiðslu fara lækkandi. Það er góð mynd sýnd í áætluninni sem sýnir þetta langt aftur til tíma. Svo ef við horfum að þessu hagsveiflu tímabil þá er toppurinn núna ekkert sérlega hár miðað við fyrri þenslu tímabil. Hvað annað hefði mátt vera, það er eins og þú nefnir. Ég að spyrja, er þetta ekki stefna þá stjórnvalda að minnka hlutdeild ríkistekna af landsframleiðslu? Stefna, þetta allan hefur birst í framkvæmd að skattar hafa víða verið lækkaðir. Það voru auðvitað gerðar kostnaðarsama breytingar á tekjuskattinum sem var þarfar, breytingar á persónuafslættinum og lækkun í neðsta þrepinu sem voru mikilvæga tillögur til að bregðast við þessari auknu skattbyrði hjá lágtekjufólki í tíma, þessu raunskattsskriði, en síðan hafa þetta ýmislegt annað verið gert. Í heimsfaraldri voru bankaskatturinn lækkaður eins og fræktur orðið. Það voru gerðar kostnaðarsama breytingar á fjármagnstekjuskattinum sem var í raun lækkun á fjármagnstekjuskatti. Þannig að svona uppsafnað, ég man ekki tala, ég held að hún sé birtist þarna, tala 60 milljarða á undanförnum árum sem hafa verið veiking í skattekjum á ársgrundvelli sem eru verulega fjárhæðir. Og hverjir fá það? Þetta stærsta einstaka aðgerðin er breytingin á tekjuskattskerfinu. En svo þú tínir allt annað til þá eru við fleiri breytingar ég man ekki alveg tímabilið þannig ég hef nú ekki alveg tölun á því en auðvitað hlutaði er auðvitað skattur, er fjármagnstekjuskatturinn, bankaskatturinn. Hvað er þarna sem ætti að vera en er ekki? Skallanir í áætluninni. Já, ef ég bæti aðeins við það sem að Róbert var að fjalla með skattana. Það var mjög áhugavert að eins og það orðað að veiga mesta aðgerðin er þessar breytingar á eldsneyti og ökutækjum og það er náttúrulega skattar sem að koma beint við almenning þó það sé nú yfirleitt þá kannski tekjuhærri hóparnir sem eru að kaupa nýja bifreiðar en það er ekki trófla við það lítur trófla við fyrirtækjunum og þeim sem eru með breiðu bökin og rauninni miðað við það sem hefur verið rætt það áður, þá er það, myndi ég segja, mjög veikur blettur. Það talaði 1% hækkun á tekjuskatti 2024 sem kemur þá fellur til 2025. Lögulega. En bara í eitt ár. Bara í eitt ár, en einmitt við vorum að skoða áðan og þá rauninni tryggingagjaldið að lækka hlutfallslega sem hluta til landsframleiðslu akkúrat sama tíma. Þannig að hver eru nettóáhrifin þar? Það væri áhugavert að vita það því að það var rauninni ekki hægt að sjá það út úr áætluninni. Aðrir veikleikar, við langar mér sérstaklega að nefna barnafólk. Það er ekki verið að breyta eða hækka fæðingarorlofið sem er búið að standa í 600.000 frá því 2019 og þetta er samfólki sem að fær síðan börnin komast ekki inn á leikskóla og er að framlengja orlofinu kannski upp í 1,5 til 2 ár. Þetta hefur auðvitað neikvæð áhrif á barnafólkið og svo hefur þetta yfirleitt þá neikvæð áhrif líka á konur af því að það er yfirleitt þær sem þá taka lengri tíma frá vinnumarkaði. En þessi sem hafa kennt sem hækkun á sköttum á fjármagns- og fyrirtækjaeigendur sem er 1% hækkun á tekjuskatti fyrirtækja. Hvað er þetta veiga mikil fyrir þá sem ekki eru að gera upp fyrir fyrirtæki dagsdaglega? Nú erum við ennþá undir því sem er tekjuskattur fyrirtækja í nágrannalöndunum. Þetta er, ég held að segja, kannski lægra á Írlandi. Þetta er miklu lægra heldur en í Bandaríkjunum, lægra heldur en á öllum Norðurlöndunum. Hvað er þetta? Er þetta veiga mikið? Er þetta til þess að einhver geti sagt að jú, við erum líka að hækka skatta á fyrirtæki? Þetta er ekki stórt í stóra samhenginu. Þú varst með töluna. Þetta er ekki efnahagsaðgerð. Nei, ég var eitthvað aðeins að skoða þetta er hvergi tilgreint hver nákvæmlega áætluð fjárhæð er og þetta eru einhverjir nokkrir milljarðar. Þetta er ekki mikið í heildar samhengi hlutana og einungis til eins árs. Þannig að þetta er ekki nein stórkostlega aðgerð. Og ef önnur gjöld er að lækka á móti þá náttúrulega núllast það út. Þannig að þetta er ekki efnahagsaðgerð, þetta er frekar þá aðgerð fyrir kynningafundinu.
Sko það sem að fjalla var á kynningunni, það voru tilgreind nokkur atriði. Það voru eins og til dæmis þetta með hækkun á tekjuskattinum, útværslan á veiði, gjaldinu og fleiri þættir. Ef þú lest fjármálaáætlunina þá þetta nánast allt óútfært. Þannig að þú færð ekki heildarmyndina á hvað þetta þýðir og áttfarlegandi erfitt með að meta heildaráhrifin og heildarstöðuna af því að það vantar svo mörg púsl inn í heildarmyndina. Og það í rauninni líka með eins og ef þú skoðar töflurnar þar sem að tölurnar eru, þá á gjaldahliðinni, þá óútfært aðhald upp á 4,5 milljarða á hverju ári sem safnast síðan upp og það sama á við tekjuhliðinni. Þannig að það eru 9 milljarðar sem vantar inn árlega í 5 ár. Og það engin leiðsögn eða engar upplýsingar hvert þau að stefna með því og hvað þýðir þetta? Þá ekki fundurinn orðin svona rannsóknargagn líka til þess að ráða í þeir það getur sitt máli til dæmis hver kynnir þessa 4,5 þarna eða 4,5 þarna hvort að það sé fulltrúi VG eða Sjálfstæðisflokksins hvernig útfærslan Reyndar þessar aðgerðir sko þær voru út í eldri áætlunum mun meiri þannig að það hefur svona einhverju leyti tekist að vaxa út úr því að þessar aðgerðir sem var kallað eftir sem þurfti að vera til að áætlunum myndi nást það eru núna orðnar 9 milljarðar sem er bara skipt 50-50 og kannski verður það ekki að neinu við uppfærslu en það alveg rétt engin leiðsögn í því hvað verður gert með þetta En nú þetta viðkvæmir tímar og segir hagfræðingar og hagfræði var einu sinni pólitík og hagfræði voru óaðskilðar systur og þetta er að koma vor þannig að þetta var tíminn til þess að setja eitthvað svona til dæmis að lína þjáningar þeirra sem eru með lægstu tekjurnar og eru með mesta kostnaðinn, framfærsla, barnafólkið, húsnæðiskostnað og eitthvað fleira áður en það kemur að haustinu þar sem við hefur verið að hita upp fyrir samninga. Þannig að þetta var mikilvæg innlegg. Næsta er náttúrulega fjárlögin sem að koma í september sem að gæti verið leiðsögn inn í samningana. En eins og hefur verið talað að þá eru samningarnir í haust og í vetur feiknarlega mikilvægir. Varðandi leiðsögnina kannski þegar hún nefnir eins og fjárlögin þá náttúrulega var það síðast að ríkisstjórnin leggur fram fjárlagafrumvarp sem ekki klárað og felur svo þingin að klára það af því að kjarasamningarnir voru akkurat lausir á þeim tíma. Þannig að ég myndi svona hóflegar væntingar að það sé skýr leiðsögn endilega í fjárlagafrumvarpinu sem sannarlega endurspegla fjármála áætlunina. Hins vegar það sem svona sárast í þessu að fólki sem erfiðast með að ná endum saman verða einhver svona pólitísk fórnarlömb fyrir henni af því að þau geta ekki beðið. Þau geta ekki beðið eftir að næstu kjarasamningar nást og þau geta heldur ekkert gert. Þau eru lokuð inn í samningunum sem óuppsegjanlegir, þau eru í fríðarskyldu. Og þess vegna hefðu við vilja sjá núna einhver merki að það sé verið að ávarpa vandann og að það komi einhver björg fyrir tekjulægstu hópana. En því miður þá svo ekki. Og miðað við hefðina að þá getum við fengið samskonar fjárlög núna eins og síðast í aðdraganda samninga þar sem væru bara ríkisstjórnin að passa sig að gera sem minnst því að það er eins og þú sett að mæta til samninga að þú vilt ekki sín og spilin eins og sagtir. Nei, einmitt. Þetta er líklega til sögutráð. Það svo sem ekki góð nálgun þykir mér að það hefði þetta þurft að sína aðeins einhverju stefnu sem snýraði hvernig þú vilt tækla stóru vandamálin, tækla húsnæðismarkaðinn sem dæmi. Það er einhver sem við hefðum viljað sjá. Við hefðum viljað sjá það koma þarna ákveðnar aðgerðir tengslu kjarasamninga, barnabætur, húsnæðisstuðningur og fleira. En það voru mestu til eins og varðandi húsnæðisbæturnar uppsöfnu leiðrétting á fjárhæðum sem hefur verið frosið í nokkur ár, svipað heiðunefnum með fæðingarorlofið. Já. Ég held að maður geti farið með þess að ég er að safna svona upplýsingum aftur út í tíman þegar ég skoða húsaleigubætur sem getur þá frá 98 að þær eru hærri enn í dag á föstu verðlagi. Tekjuhliðinni þá er þetta ýmislegt sem þetta ráðast í og við höfum svo sem komum með tillögur í þeim efnum sem snýraði þá að efla tekjustofnana hvort sem eru þá veiðigjöld varðandi breyting á fjármagnstekjuskattlegningu til að takmarka tekjutilflutning sem bara ákveðin kerfisbreyting sem í takt við það sem gerist á Norðurlöndunum
ferðaþjónustan, það enda kynnt inn gjald á skemmtiferðaskip en við teljum að það mátt ganga lengra í því og bara innleiða komugjöld